Kæra fundarmenn, ég segi 89. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar settan. Mættir eru Einar Jón Pálsson, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristín Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Önundur S. Björnsson, Úrsula María Guðjónsdóttir og Magnús Stefánsson bæjarstjóri. Fundargerð ritar Árni Gísli Árnason. Tökum fyrir fyrsta mál á dagskrá fundarins sem brunavarnir Suðurnesja, brunavarnaráætlun 2026. Á fundi bæjarráðs 25.2. var brunaáætlun brunavarna Suðurnesja samþykkt samhljóða og var kynning frá slökkviliðsstjóra á fundinum á áætluninni og það er lagt til að hún sé staðfest en gefa orðulaust fundar brunavarnaáætlunina. Sigursveinn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þar sem að ég sit í stjórn brunavarna Suðurnesja fyrir hönd sveitarfélagsins, þá vildi ég svona aðeins fylgja málinu eftir. Fengum góða kynningu á áætluninni frá slökkviliðsstjóra, bæði í stjórninni og einnig á síðasta fundi bæjarráðs. Og mér langaði bara svona til þess að með leyfi forseta að lesa hvað brunavarnaáætlun snýst bara úr inngangi. Að markmið brunavarnaáætlunar er að tryggja að slökkvilið sé þannig mannað, skipulagt, útbúið tækjum, menntað og þjálfað að það ráði yfir lögbundin verkefni og þær áhættur sem í sveitarfélaginu. Brunavarnaáætlun á að stuðla að því að vernda líf og heilsu fólks, eignir og umhverfi með fullnægjandi eldvarnaeftirliti og viðbúnaði við eldsvoðum og mengunaróhöpum á landi. Þannig gefur brunavarnaáætlun íbúum og stjórn sveitarfélags gott yfirlit yfir starfsemi og ástand slökkvilis og getur því orðið grunnur að gæðastjórnun og áætlun endurbætur, til dæmis hvað varðar búnað, menntun og samstarf við aðra aðila. Og tilvitnun lýkur þá í inngang brunavarnaáætlunar. Þetta er svona bara til að stikla á stóru hvað þetta snýst og það er búið að fara heilmikil vinna í þetta á hálfu stjórnenda slökkviliðsins, brunavarna Suðurnesja. Brunavarnir Suðurnesja eru mjög faglega reknar, ég get alveg vottað það. Þetta er frábært teymi sem stendur að þessari stofnun og þetta er í góðum höndum fyrir okkur íbúa svæðisins. Takk fyrir. Takk fyrir, Sigursveinn. Það eru fleiri sem áskilur að taka til máls. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég get tekið undir þau orð Sigursveins að því leyti að Eyþór slökkviliðsstjóri fór vel yfir þessa brunavarnaáætlun í bæjarráðinu og gerði vel grein fyrir þeim hættum og áhrifaþáttum sem geta haft á okkar sveitarfélag. Við fórum svona svolítið á dýptina yfir þetta sem að snertir Suðurnesjabæ og ræddum bara gott samstarf sem hefur átt sér stað í þessu byggðasamlagi og þar fram eftir götunum. En einnig fórum við líka yfir svona kannski þær áskoranir sem við glímum við verandi í þessu byggðasamlagi og mér fannst Eyþór hafa fulla skilning á ábendingum sem komu fram á fundi bæjarráðs. Og til þess að fara aðeins svona kannski efnislega yfir það, þá fórum við yfir þær vatnsmælingar meðal annars sem hafa átt sér stað á vatnskerfinu, bæði sem sagt í Garði og í Sandgerði. Og það er nefnilega inni í þessari brunavarnaáætlun er mældur veituþrýstingur á brunahönum og það sló mig nefnilega svolítið að sjá þessa töflu með veituþrýstinginn varandi garðshlutann að þar erum við ekki að ná nema 1750 lítrum á mínútu og vatnsþrýstingurinn ekki nema 1,5 bar og hann sagði þetta væri svona á mörkunum að sleppa og menn svona hafa sérstaklega líka áhyggjur eins og
útgarði sko. Og hérna, það nefnilega með þessar brunavarnaráætlanir að það má ekki gera ráð fyrir slökkvuvatni í sjó, en í svona aðstæðum ef að kæmi upp stór eldsvoði á erfiðum stað þá að sjálfsögðu farið með dælur í sjó og nota slökkvað það, en það má bara ekki reikna með því í svona brunavarnaráætlunum. Við ræddum einnig líka sko varðandi þær áskoranir sem hafa verið og eins og við þekkjum bæjarfulltrúar hér öll að við höfum lent í því að sveitarfélag okkar verður innlyksa í ákveðnum veðurskilyrðum og það gæti reynst þrautinni þyngri að koma björgunartækjum til sveitarfélagsins og mér fannst Eyþór taka þeim ábendingum bara býsna vel og ég held að væri mjög skynsamlegt að menn ræði það svona kannski í framhaldinu eins og kom fram þarna á fundi bæjarráðs að það verði jafnvel staðsett björgunartæki í sveitarfélaginu. Einn dælubíll eða svo, hann kom inn á það Eyþór að það væru starfandi slökkviliðsmenn hjá Brunavörnum Suðurnesja sem byggju í Garði og Sandgerði sem gæti þá verið fengi bara eins og kalla át varalið eða menn á frívakt og annað til að komast á í þetta björgunartæki sem fyrsta viðbragð. Ég held að það væri mjög skynsamlegt að við værum með staðsettan einn dælubíl út af því að hann sagði að það væri ekki allir þessi dælubílar 4 kW drifnir, þannig að það getur reynt á. Þannig að ég bara svona kannski hvet Sigursvein að taka þetta áfram inn í stjórninni, að út af því að Eyþór tók ekki illa í það að verði staðsettur einn dælubíl í sveitarfélaginu. Og hann alveg full meðvitaður þær aðstæður sem geta skapast hér. En eins og ég segi það, við þurfum bara að halda þessu á lofti og vera meðvituð það. Og Magnús bæjarstjóri kom líka inn á það að það væri búið að eiga sér stað samtölu við Vegagerðina. Brunarnir eru líka að innbráða þessum hlutum frá sinni hendi. Varðandi sjúkraflutningana sem getur reynst áskorun líka. En í heilt yfir þessi áætlun bara vel unnin. En við þurfum að vera meðvituð um það sem við getum kannski bætt í framhaldinu. Takk. Takk fyrir þessa yfirferð, Anton, og gott að fá þessar upplýsingar sem komum fram. Það eru fleiri sem á taka til máls. Svo ekki. Þá bið ég þá sem að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs að samþykkja brunavarnaáætlun og gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál almannavarnir viðbragðsáætlun vegna eldgosa á Reykjanesi. En á fundi bæjarráðs 25. febrúar var samþykkt samhljóða að staðfesta viðbragðsáætlun vegna eldgosa á Reykjanesi. Og það lagt til við bæjarstjórn að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs. Orðið laust undir þessum lið. Engin hvað sé hljóð, svo bið ég þá sem að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þriðja mál, aðalskipulag Suðurnesjabæjar, breyting á íbúðasvæði B10 og P2 í Skerjahverfi. Á fundi framkvæmda og skipulagsráðs 18. febrúar var samþykkt að leggja til að tillaga breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar fái málsmeðferð samkvæmt annarri málsgrein 37. grein skipulagslaga vegna óverulegra aðalskipulagsbreytingar og lagt til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa þá niðurstöðu og senda tillöguna staðfestingar hjá Skipulagsstofnun. Að ræða örlitla stækkun á byggingar hluta Skerjahverfis í austurátti, ég fer nú rétt með. Við annars þá sem að það ekki að betur til að leiðrétta ef ég fer ekki rétt með. Þá við átt nær Reykjanesbæ og í þessari breytingu erum við að því að við erum að skoða líka breytingu á Skerjahverfinu, deiliskipulag á hverfinu. Þá erum við leið að breyta í þessu íbúafjölda sem getur verið í hverfinu, í heild sinni. Þannig að það svona stærstu breytingarnar í þessu breytingu á þessu aðalskipulagi. Orðið laust undir þessum lið. Magnús Sigfús, gerðu svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Það eina sem svona svolítið slangt í þessum
pappinu það svolítið vont að átta sig á myndunum og hvað þú að lesa textan í þessu. Þetta svo smátt að það alveg, það gott stækkunargler í þetta. En að efnislega þættinum þá held ég að þetta sé bara að finna góða að fara þessa vegferð, að nýta betur svæðið og það fjárfesting sem í fullum gangi þarna sem þarf hvað sem að fara í og við erum bara að samnýta hana betur. Ég held að þetta sé bara að finna góða. En þá kemur svona ein spurning svona í framhaldi. Stóð til að breyta deiliskipulaginu meira. Þannig að þegar nú var talað að það hefði verið lítið sóstættir einbýlishúsalóðunum og þá varum við allavega að það var í umræðinni og þá spurningin hefur það eitthvað staðið til áfram. Takk Magnús. Já, eins og ég kom aðeins inn á og við ræddum, held ég meira sér eftir fyrirspurn frá Magnúsi hérna daginn þar síðasta fundi að það stæði til að breyta deiliskipulaginu þar sem að ásókn í ákveðna tegundir eignum var ekki miklar og það búið að eiga sér stað fundir í raun og veru með skipulagsráðgjafanum sem að gerði þetta skipulag og voru komnar einhver drög að tillögum en við gátum ekki tekið inn á síðasta fund framkvæmda á skipulagsráðs. Það var vegna þess að skipulagsráðgjafinn frá Kanónarkitektum var erlendis og hann náðist ekki inn. En við reiknum með að taka inn á næsta fund ráðsins tillögur að breytingur á deiliskipulaginu og þá inni þessi partur líka sem sagt að bæta við þarna vendan í þessu breytingin á þessu skipulagi sem sagt 2 hæða húsum og svo líka með þessari breytingu að fjölga íbúðamagni í hverfinu í heild sinni að þá getum við breytt líka öðrum íbúðategundum. Þannig að það eru uppi hugmyndir að breyta í sem sagt hverfinu alveg í öðrum og 3. áfanga. Þannig að sem við erum að leggja bara fram á næsta fundi skipulagsráðs. Ég vona að þetta skýrir svona en við vildum koma þessu í ganga því að það var hægt að klára aðalskipulagsbreytinguna þá vildum við koma henni í ferli til þess að hún sé það allan frá. Eru fleiri sem óskar að taka til máls? Svo ekki. Að biðja þá sem að samþykkja tillöguna breytingu á aðalskipulagi og breytingar á íbúðasvæði. Ég skerri hverju að það fái málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 37. grein skipulagslaga að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Fjórða mál, skráningadagar í leikskólum Suðurnesjabæjar. En á fundi fræðsluráðs 20. febrúar síðastliðinn var samþykkt að vísa tillögum endurskoðun á skráningadögum í leikskólum til samþykktar í bæjarstjórn. Fjölgun lokunardaga yrði þá úr 4 í 11 og felur tillögan í sér að hluti skráningadaga verði lokunardagar. Orðið laust og Jónína Magnúsdóttir ekki beðið orðið, gjör svo vel. Sigursveit svo bara í framhaldi. Forseti fundarmenn, kannski bara aðeins til að fylgja þessu eftir og umræðan í fræðsluráði. Þið hafa náttúrulega öll væntanlega lesið bréfin sem komu frá leikskólastjóra Gefnaborgar og svo reyndar hitt blaðið sem hengt við í fundargáttinni, það frá leikskólastjóranum í Grænuborg en það einhvern veginn ekki merkt nægilega vel og ég held að það verið búið að laga það, en það ekki búið. Og þarna verið í raun og veru að óska eftir því að þessir skráningadagar sem voru 7, við vorum með 4 lokunardaga á síðasta skólaári, 7 skráningadaga og eins og þið hafa lesið hér ekki komið ekkert sérstaklega vel út og hefur raun og veru bara svona haft það í för með sér að það aukið skipulagslegt álag á stjórnendur og líka aukið álag á starfshópa vegna mönnunarþrýstings og náttúrulega mikil tími sem fer í utanumhald og samhæfingu og auka kostnað þar sem það ráða inn afleysingafólk og í raun og veru hefur kannski ekki skilað
svona þessari einfölduna bættu vinnu aðstæðum sem að stefnt var á. Þetta svona frekar auki kannski flækjustig og álægð og starfsfólki og stjórnendur. Og þannig verið að leggja til að lokunardagarnir verði 11 í stað 4 og það er náttúrulega líka, þú veist, skráningadagarnir hafa ekkert verið að koma sérstaklega vel út, sko, fólk er að gleyma jafnvel að það skráði ekki barnið sitt á leikskóla en daginn, mætir með það er ekki mannskapur á staðnum, þannig að kannski þessi fyrirsjáanleiki líka að bara fólk veit að þá bara fyrirfram, alveg svo bara í skólanum, að það eru ákveðnir dagar sem eru lokaðir, við erum ekki að fara að skerða opnunartíma til að koma til móts við þessar styttingar hjá starfsfólki, heldur að frekar þá að hafa fyrirsjáanleikan sem ég held að sé frekar til hins góða. En við auðvitað vísum þessu hingað, auðvitað til umræðu, faglegra umræðu og samþykktar. Þannig að já, við vildum bara aðeins fylgja þessu eftir. En þetta var samþykkt samhliða í fræðsluráði. Takk. Takk fyrir Jónína. Sigursveit, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu meðfætturar. Já, í sveitarfélaginu okkar eru reknir 2 framúrskarandi leikskólar, Gefnaborg og Grænaborg, og þar unna börnin hag sínu vel. Nú, fyrir okkur liggur hér beiðni frá skólastjórnendum leikskólana aðgerðir til að bregðast við áskorunum, meðal annars vegna styttingu vinnuvikunar. Stytting vinnuvikunar var innleidd með það markmiði að bæta starfsaðstæður starfsfólks, finna betra jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Og sveitarfélögin fengu svigrúm til að útfæra breytingarnar í samræmi við eigin starfsemi og reynslan sýnir að í starfsemi með fasta opnunartíma, svo sem í leikskólum, að þá hefur innleiðingin haft áhrif á skipulag og sumu tilviku kalla á aukinn mannafla til að halda uppi óskertri þjónustu. Í hnotskurn þá hefur vinnustyttingin reynst vera töluverð áskorun fyrir stjórnendur, ég held að það geta allir tekið undir þetta borð, og því eru tillögurnar sem fyrir okkur liggja skiljanlegar. Nú, sveitarfélögin hafa farið mismunandi leiðir til að mæta þessari áskorun. Sum hafa nýtt lokunardaga eins og hér er lagt til á ákveðnum tímabilum. Önnur hafa byggt skipulag á skráningadögum líkt og við höfum núna prófað í stutta tíma og þá með sveigjanlegri mönnun. Og enn önnur sveitarfélög hafa brugðist við með því að fjölga stöðugildum. En mér sýnir eftir fljóta yfirferð í samanburði milli sveitarfélaga að þá sé algengt að það sé farin blönduleið þar sem þessi þættir eru sameinaðir með einhverjum hætti. Nú, í kjarasamningum er gert ráð fyrir að útfærsla vinnustyttinga sé ákveðin í samráði á hverjum vinnustað og taki mið á þörfum starfseminnar. Það er því mikilvægt að sveitarfélagi hafi skýra yfirsýn yfir það hvernig framkvæmdin er útfærð, hvernig styttingin er tekin út og hvað áhrif hún hefur á rekstur og þjónustu. Markmiðið er að sjálfsögðu að viðhalda góðri þjónustu við íbúa á sama tíma að við tryggjum það að starfsfólki líði vel í sinni vinnu. Ég legg til að málinu verið vísað til bæjarráðs til frekari skoðunar með það að markmiðið að unnið verið hratt í málinu og ákvörðun framhaldið verið tekin sem allra fyrst, þannig að vinna við skóladagatal næsta árs geti klárað sem fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir Sigursveit. Fleiri sem áskoður taka máls. Ég vil bara fá að taka undir það að það er mikilvægt að við vinnum og íbúum góða aðstöðu og á sama skapi kennurum leikskólans eða starfsmönnum leikskólans góða aðstöðu, því að það er þörf á því að fleiri fari í það nám og fari að vinna sem leikskólakennarar. Mér finnst nauðsynlegt að starfsaðstaða kennara sé bætt. Kennarasambandið hefur náð að mínum mati góðum árangri í að ná launum upp. Það kom mér á óvart í las góða grein eftir leikskólakennara hvað byrjunarlaun eru há. Ég held að ekki allir geri sér grein fyrir því hversu há þau eru ef að hort er á 36 tíma vinnuviku.
það er mikið álag, ekki misskilja mig, en ég held bara að þau væru mun lægri og ég fagna því að þessi orðin þó þetta góð. En laun einn duga ekki til og þurfum við nauðsynlega að skapa góða aðstöðu fyrir börn og starfsmenn. Þannig ég tek undir orð Sigursveinn að vísa til bæjarráðs. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn, við langar kannski bara aðeins að bæta hérna við að því að þessu verið vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar og greiningar og vonandi þá einhver tillaga þar lögð fram og ég bara óska eftir því að það veri gert í næsta bæjarráði þannig að það sé hægt að undirbúa og hefja hérna vinnu við skóladagatal. En mér finnst mikilvægt að því ég sitt nú ekki í bæjarráði þó ég treysti nú öllu fólkinu sem situr þar til að koma hérna og leiða þetta mál að það þarf líka að hugsa hérna börnin. Við erum að vinna styttingu vinnuvikuna fyrir fullorðið fólk á vinnumarkaði sem er með þroskaðri framheila og á að geta betur tekist á við álag og allt sem því fylgir. Mér finnst bara mikilvægt að við hugum líka að þessu hvað er eðlilegt að börn séu lengi á leikskóla dag hvern frá sínum nánustu í skipulögðu starfi og förum því að hugsa eins og er sagt hérna í raun og veru í greinagerðinni frá leikskólastjóra Grænuborgar bara við óskum eftir því að börnin okkar fái betri dvalatíma, vinnutíma. Þannig að ég vil að þetta veri virkilega tekið til greina að við hugsum það líka. Takk. Takk fyrir Jónína, þegar heilsugur undir orðin varðandi það. Fleiri hafa ekki hvatt sér ljós og leggjum til að málunum verði vísað til bæjarráðs til frekari umfjöllunar því þá sem samþykkir það að gefa merki hvað er samþykkt samhljóða. Fimmta mál, við komum inn að fundargerðum til kynningar. Fimmta mál er fundargerð bæjarráðs frá 11. febrúar. Bæjarráð númer 184, ég ekki orðulaust fundargerð bæjarráðs. Og enginn kveður sér ljós og er fundargerðin lögð fram. Og sjötta mál á dagskrá fundarins er fundargerð bæjarráðs númer 185 frá 25. febrúar síðastliðinn. Ég ekki orðulaust fundargerðina. Enginn kveður sér ljós og fundargerðin lögð fram á umræðum. Komið að sjöunda máli á dagskrá fundarins sem er fundargerð Hafnarráðs, fundur númer 32 frá 5. febrúar síðastliðinn og orðulaust fundargerðina. Magnús Sigfús, gjörðu vel. Forseti og er dagafulltrúar. Ég ætlaði að ræða hérna afkomu Hafnarfjarðar og þetta aukna vægi sem hefur komið inn í aflagjöldum og öðru sem er bara gleðilegt. Þannig að það voru þarna allt aðra tölur sem við höfum ekki séð í mörg ár og ég get ekki náttúrulega séð að það sé mjög ánægilegt. Og eins það sem hefur verið upp á teningnum það sem af er á þessu ári þá hafa aflatölur verið með yndan góðar, bæði í janúar og febrúar og það gerir náttúrulega bara tíðina. Þannig að ég held að ég fannst bara knúinn til að koma og bara fagna þessu. Því að við höfum nú alltaf verið í vandræðum með reksturinn á þessu og hefðum kannski getað gert betur ef við hefðum verið með alla okkar heimabáta þarna inni. Þá þurftum við ekki að kvíða reksturnum þarna á þessari höfn. Ég held þessi bara mjög jákvæð.
Við talum ekki það framkvæmdir sem þarna, þær virðast vera að takast bara mjög vel og bara gaman að fara þarna niður og horfa á þetta. Takk fyrir Magnús. Ég held að sé átt að taka bara undir það. Önundur auðvitað orðið, gjör svo vel. Málum að rafna á þess. Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, það eins og Magnús sagði, það ánægjulegt að höfnin standi vel í alla staði, þótt að skuldir séu þungar og þær eru reyndar frá eldri tíð. Ég rætti það nú einhvern tímann sem ég ætla ekki að gera núna, en aflatölur eru afskaplega góður og þær hafa skilað höfninni mjög ágætum aflatölum og arði. Þannig að hagur hafnarinnar hefur stór vænkast. Nú, það ýmsar endurbætur þarna, öryggismál og fleira sem verið að vinna í og þessa dagana bara og búið að sumu leyti. Það á bæði við eftirlitsmyndavélar og bjarghringi og haka og fleira sem verið að koma upp við höfnina og ekki vanþörf á kannski. En það sem að kannski vert að geta, það það að höfnin hefur eytt gríðarlegum peningum fjármunum í að losa sig við rusl, úrgang frá bátum og skipum sem þarna koma og auðvitað frá höfninni sjálfri líka. Og hefur greitt fyrir þetta til gámaþjónustu yfir 4 milljónir, árið 2025 4,6 milljónir. Hins vegar bregður svo við að núverandi yfirhafnarvörður óskaði eftir því að það yrði farin önnur leið og svo væri að flokka ruslið og reyna að koma þessu í bæði verð, ruslinu sjálfu, og ekki síður að draga saman þann stóra útgjaldalið sem að við höfum verið að örlítið að greiða eða höfnin. Og þess má einmitt til samanburðar geta það sem af þessu ári, þóttu ekki sé nema 2 mánuðir, að þá hafa verið greiddar 68.436 krónur fyrir losun úrgangs frá höfninni. Og menn geta síðan reiknað sig áfram sinnum þá deilt með 3 sinnum 12 og sjá það að þetta fjarri því að ná þessum hæðum í 4,6 milljónir. Nú að öðru leyti að þá allt með slétt og feldu þarna starfsmannamál hafa verið svona, reynslukerið eftir að yfirhafnarvörður Grétar Sigurbjörnsson féll frá að þá var ráðinn nýr og það var ekki bætt við mannskapinn, heldur vildi þessi nýji aðili með okkar hafnaráðsmönnum okkar samþykki láta á það reyna hvernig starfsemin gengi með þessum 3 mönnum og það hefur gengið vel og þetta hefur svona starfsumhverfi þeirra sem fyrir voru breyst eitthvað, sérstaklega með hliðsjón af til dæmis ruslaflokkun og fleiru og aukið auðvitað álag. En í samanburði við aðrar hafnir að þessari stærðargráðu að þá þessi mannfjöldi og þessi mannskapur fullnægjandi en það verður ráðið í sumaraflýsingu sem eðlilegt og það stendur núna yfir sem sagt auglýsing sem eða starfsmaður verður ráðinn frá 1. maí. Takk fyrir. Fyrir önundur. Fleiri sem áskar taka til máls. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Formar og bæjarfulltrúar.
maður er svolítið orðlaus yfir yfirferðinni en það er sama, það er alltaf gott þegar maður er að pröfa eitthvað nýtt og vona að það takist en það var ekki nóg með að það væri ekki ráð inn fyrir Bretar, þetta var hætti einn á tímabilinu þannig að það fækkaði einn þannig að það er ekki nema 3 menn sem eru starfandi þarna sem er svolítið álag menninni tók á sig helviti mikla skerningu starfsmenninni þegar þeir fóru að ganga vaktir og gerðu það vegna þeirra uppákomu sem kom og hún var náttúrulega hún var ekkert góð það kom óvænt og högg á samfélagið en ég er að velta fyrir mig eins og aflýsinga ef við ætlum að fá aflýsingu 1. maí. Það tekur 2 mánuði að þjálfa einstakling upp í að geta starfað einn á vigtinni, fært inn í gaflinn og gert það sem það er að gera. Það er komið fram í júlí þegar að hann getur staðið einn. Og þá veltum maður fyrir sér á hvaða tímapunkti eiga mennirnir að geta farið í sumarfrí. Mér finnst þetta svolítið seint í rassinn gripið að gera þetta með þessum hætti. Þannig að en svo aftur með tölvöldan og sorpmálin, það gerði mér svolítið broslega. Ef að upphæðin er svona há, þá er gjaldskráin vitlaus hjá okkur. Við eigum ekki að bera neitt kostnað af ruslinu. Útgerðin á að borga fyrir það rusl sem hún er að henda. Við erum þá bara ekki að gera eitthvað rétt. Það á ekki að vera á kostnað hafnarinnar að henda rusli. Þeir eru þjónustuaðilar við útgerðina, en útgerðin á að borga þetta. Það liggur alveg fyrir. Þannig að ég held að við erum að skoða þá frekar gjaldskrána ef við erum að fara langt fram úr einhverju þar. Takk fyrir Magnús. Önundur, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, bara til að svara þessu sem Magnús var að tala í samtöku starfsmannamálin, að þá held ég að það verði nú kannski ekki ráðinn alveg hvítvoðungur í þetta starf, heldur vanur maður og menn þekkja það nú sjá á plássum að áður fyrir að þá var ráðið og skip viðvaningur og dekk og síðan vanir menn og svo framvegis og framvegis. Þannig að við sjálfsagt leitum eftir einhverju þjálfuðum faglegum manni sem getur axlað þá ábyrgð sem að af honum er ætlast. Varðandi sorpið að þá er það nú bara svo að þetta eru þær tölur sem greiddar hafa verið. Við fáum hafnargjöldin og ég veit ekki hvernig er hægt að flokka endilega betur heldur en þetta, hvernig fjármunir frá höfninni streyma versus að hafnargjöld. En þetta eru þær tölur sem eru rauntölur og sýna alveg svart og hvítu að þetta er það sem höfnin er að borga, þessar 68.000 krónur á móti hinum 4,6 milljónum árið 2005 á ársgrundvelli. En hinn talin er fyrir sem sagt þessar rúmu 2 mánuði sem liðnir eru. Takk. Fyrir þessar upplýsingar, Önundur. Fleiri, Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma inn í þessa umræðu varðandi starfsemi hafnarinnar og þá sérstaklega starfsmannamálin. Það er engin launung að við fulltrúar B-listans í hafnarráði höfum lýst yfir áhyggjum af mönnunni á höfninni. Við heyrum af því að það er auki álag á þá starfsmenn sem eru nú þegar fyrir og menn eru eðlilega tilbúnir að stíga upp tímabundið í einhver verkefni. En svo þegar hlutirnir lengjast að þá er hætt við því að
kertið brennur í báða enda og við förum mögulega kannski að missa fólk frá okkur. Varandi það að ráða inn sumastarfsmann á höfnina, að þá höfum við með haft þau rök við fulltrúa B-lista inn í hafnaráði sem eru 2 aðilar. Við höfum haft þau rök fyrir okkur í því að þegar við erum farnir að ráða inn sumastarfsfólk inn á höfnina og við erum með þessa starfsmenn sem eru nú þegar fyrir í yfirvinnu. Það verið að borga yfirvinnutaksta þarna vegna þess að menn er að taka að sér auka vinnu og standa auka vaktir. Og þá kannski sparnaðurinn í þessu, ef við tökum þetta allt til, þá hann kannski ekki alveg þess virði að þegar við erum farnir að greiða yfirvinnutaksta á þessa einstaklinga, farnir að ráða inn sumastarfsmannin, þá kannski betra að rýna þetta aðeins til gagns og vera með 4 starfsmenn þetta niður frá og það líður bara öllum vel í vinnunni og við þá losnum þá við það að ráða inn sumastarfsmann sem að þá geta menn stíið upp tímabundið yfir sumamánuðina, keyrt á 3 og þá losnum við líka við yfirvinnugreiðslurnar. Þannig að ég held að við ættum að reyna að skoða þetta í svona aðeins víðara samhengi. Þannig að ég vildi bara koma þess að. Takk. Takk fyrir Anton. Ekki fleiri hafa kvatt sér ljós, þá vil ég allavega segja það að þeir eiga hróskilið starfsmenn höfninni fyrir þeirra vinnu og ánægjulegt að sjá rekstur og hvernig þeir hafa náð tökum á sorpmálum á höfninni. Það allavega ánægjulegt. Þessi fundargerð hér lögð fram og komið að fundargerð máli nr. 8 sem fundargerð ferðasafna og menningarráðs. Fundur nr. 39 frá 12. febrúar síðastliðinn og ég gef orðið laust fundargerðina. Oddný, gerðu svo vel. Forseti, fulltrúar. Ætlum að koma með smá svona jákvæðni inn í þetta. Menningarsjóður Suðurnesjabæjar opinn fyrir umsóknum og við hvetjum náttúrulega fólk til að sækja Við viljum efla menningarlífið hér í bænum okkar. Og annað vil ég minna á Almyrkvann sem verður í sumar, 12. ágúst. Þetta stórt verkefni fyrir sveitarfélagið að takast á við. Við eigum von á rosalegu fjölda fólks. Þannig að ég hvet fólk til þess að kynna sér Almyrkvann. Hvar hann best að sjá hann og svona. Og já, barnamenningarhátíðin verður í apríl sem við hlökkum öll til að fylgjast með. Hvet bara fólk til þess að sækja í menningarsjóðinn, fylgjast með Almyrkvanum og taka þátt í barnamenningarhátíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir það, Oddný. Laufey, gerðu svo vel. Forseti og viðfundarmenn. Já, mér langaði nú bara aðeins að taka undir og tala aðeins Almyrkvann. Hann var nú reyndar líka undir bæjaráði, mál nr. 65. En ég get alveg talað hann hér fyrst ég kom ekki upp þá. En þetta alveg rosalega stór viðburður og maður velti fyrir sér hvort að fólk hreinlega gerir sér grein fyrir hversu mikið dæmi þetta er. Þetta er sem sagt verið að fjalla fundargerð stýrihóps Almyrkva. Þannig að það margir aðilar sem eru að vinna saman að því að undirbúa þetta. Til dæmis eru öll gistirými bara á svæðinu orðin upphentuð og allir bílaleigubílar, þannig að það verður svakaleg umferð. Það er gert ráð fyrir því að það þurfi að skipuleggja umferð, vera einstefna svæðið. Þannig að við sem búum hér mættum kannski bara alveg gera ráð fyrir því að það verði fólk bara hreinlega í garðinum hjá okkur að fylgjast með. Vonandi verður heiðskýrt og þessi Almyrkvi mun njóta sín eins vel og mögulegt er. Það verið að kortleggja útsýnisstaði, það verið að vinna saman með vegagerð og almannavörnum, gert ráð fyrir að hvert einasta bílastæði verði upptekið.
Þannig að þetta verður mjög stórt dæmi. En mér langaði svona í lokin að minnast á það sem kom fram reyndar í bæjarráðinu en undir sama máli að það var samþykkt að öll grunnskólabörn í Suðurnesjabæ fengju sólmyrkvagleru að gjöf. Það var samþykkt í bæjarráðinu. Takk. Takk fyrir það, Laufey. Það fleiri sem óskar að taka til máls. Svo ekki. Þessi fundargerð þá lögð fram. Komið að 9. máli á dagskrá fundarins sem fundargerð framkvæmda og skipulagsráð, fundur nr. 72 frá 18. febrúar. Við ekki orðið laust fundargerðina. Engin hversu ljós og fundargerðin lögð fram. Komið að 10. máli á dagskrá fundarins sem fundargerð fræðsluráðs, fundur nr. 61 frá 20. febrúar síðastliðnum. Og ég gef orðulaust fundargerð fræðsluráðs. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti fundarmenn, við ætlum að halda áfram bara í ákveðnu nótunum minna. Það er gott að vera þar. Mér langar að vekja bara athygli á máli 10.3 og var ekki 10.4, það er þessi 10.2 eða 10.3, er ég rugla. Þessi kynningar á verkefnum, góðum verkefnum sem eru unnin í skólanum okkar. Núna ákvaða við, ætlum að taka núna næstu fræðsluráðsfundum þar sem að stjórnendur eða starfsfólk grunnskólana kemur og kynnir sem góð og svona fyrirmyndaverkefni sem eru unnin í skólanum okkar. Og það skiptir bara óbúslega miklu máli að við höldum vel á lofti öllu því góða sem er unnið í bara sveitarfélaginu okkar og auðvitað í skólanum okkar. Og virkilega gaman að sjá þessar kynningar þar sem við verðum að vinna rosalega flott verkefni í tónlistskólanum með börnunum í Sandgerðisskóla, svona svakalega tónlistaval, með prófa ýmis hljóðfæri og svo líka í Gefnaborg þar sem þau eru bara að vinna ótrúlega faglegt og flott starf varðandi bæði skeljaskrímsli sem er svona 8-verkefni, saga sem var lesin fyrir börnin og þau fóru í alls konar vettvangsferðir og gengur hreinlega frá Skaganum og aftur til leikskólans og þetta verkefni spratt alveg svakalega stórt út og börnin eldust algjörlega við þetta og verkefni var lengt. Og svo líka samfélagsverkefni sem var unnið sem þau gengu á milli bæði húsa hjá hvort öðru og buðu hvort öðru í heimsókn til að þau áttu svo hreinlega hvað göturnar í byggðarlaginu heita og hvar fólk býr. Og svo líka bara það sem þau fóru í alla stofnanir á bænum og bara var svo óbúslega vel tekið á móti þeim og þetta er svo óbúslega mikið fyrirmyndaverkefni fyrir okkur og skiptir ótrúlega miklu máli. Þannig að mér langaði svona bara að vekja athygli á þessu og við höldum áfram. Þannig að við komum aftur inn í pontu í næstu bæjarstjórn og segjum frá fleiri flottum verkefnum sem eru unnin í skólasamfélaginu okkar. Takk. Takk Jónína. Mjög skemmtileg verkefni, tek undir það og gaman að lesa og örugglega meira gaman að hlusta á inn í ráðinu. En orðulaust undir 9. málið, fræðsluráð. Engin kvöðs í ljós og fundargerðin lögð fram, eða fleiri kvöðs ekki í ljós. Og komið að 11. máli sem fundargerð fundar fjölskyldu- og velferðarráðs, 64. fundur frá 27. febrúar og ég gef orðulaust fundargerðina. Engin kvöðs í ljós og fundargerðin lögð fram á umræðu. Komin að 12. máli sem fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga, fundur nr. 993 frá 18. febrúar. Orðulaust fundargerðina. Jónína. Mig grunaði að Jónína ætlaði að koma undir öðru máli en ekki þessu, sem reyndist rétt. Þetta er fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga og engin kvöðs í ljós og sú fundargerð lögð fram. Og komið að 13. máli sem fundargerð
nr. 820 hjá sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum og mér skilst að Jón ætla að koma undir því máli. Gjörðu svo vel. Forseti, fundamenn, já, maður getur aðeins ruglastundum, það er nú bara þannig. En mig langar aðeins að nefna varðandi annað máli, kynning á niðurstöðu skoðunarkönnunar, sem sagt ímynd Suðurnesja, sem hefur nú verið gerð áður hér svæðið. Og ég var að óska eftir áfram að því við allavega áttum að fá hann að senda fulltrúi stjórn SSS, þannig að maður gæti nú kannski senda hann á ykkur svona til upplýsingar og yfirlestara, því að þetta er mjög áhugavert að sjá hérna þessar niðurstöður á þessari skýrslu og ég held að það er ákveðin sóknarfæri þarna fyrir okkur að því að við erum áfram svolítið neðarlega varðandi viðhorf til okkar svæðis, Reykjanes, bæði að búa og starfa. Og það er svolítið þetta að tekjuhæsti hópurinn vill ekki koma á svæðið og ástæðunar eru meðal annars þær að fólk segir að það sé út af samsetningu íbúafjöldans, svo mikið að innflytjendum og flóttafólki hérna. Og ég, og svo náttúrulega veðurfarið, við stjórnum því ekki, þannig að og atvinnuleysið. Þannig að það eru auðvitað margar áskorunir fyrir svæðið okkar að í atvinnumálum. Við þurfum að leggja þar þungt fram til að reyna að fjölga atvinnutækifærum og þar sem við erum með fjölbreyttari atvinnutækifæri. En það sem við getum kannski gert er líka að tala svæðið okkar held ég meira upp út á við sem að fáum dagskrárvaldið og þeir sem fá dagskrárvaldið. Ég held að það skipti ótrúlega miklu máli í þessu viðhorfi líka. Það er að segja hvernig fólki talar svæðið sitt. Og mér finnst það líka bara ákveðið svona pæling fyrir okkur sem situm í bæjarstjórn. Og nú eru að koma kosningar og við ætlum að fara að setja fram einhver stefnumál, þeir sem ætla að bjóða fram, þá held ég sé gífurlega mikilvægt að við séum að fókusera á allt það jákvæða sem við getum byggt upp hér í þessu sveitarfélagi. Og mér langar bara svolítið að ítreka það, því að það er ekkert rosalega gott að sjá svona niðurstöður. Manni líður ekkert sérlega vel að sjá hvernig að aðrir horfi svona til okkar. Af því að svo vitum við alveg að það er frábært fólk sem býr hérna, það er margt gott í gangi. Erum við ekki að segja nægilega vel frá því? Hvernig getum við öll sem eitt lagst á árarnar við það að lyfta svæðin okkar enn betur upp, okkar bæjarfélagi og einblína bara svolítið á það. En ekki kannski það sem sundrar okkur eða það sem við erum ósammála og bara reyna að lyfta svolítið þessum jákvæða tón upp. Mér langar svolítið bara svona að setja þann tón inn allavega hingað. En ég vonast til að við getum deilt þessu þetta svo bara meðallum til að skoða. Takk fyrir það, Jónína. Mér langar að nefna eitt sem er í þessari sömu fundagerð og er mjög jákvætt að við erum að fá viðauka við sóknaráætlun og það sem að stjórnin leggur til að fjármunir fari í aukna úthlutun í uppbyggingarsjóð Suðurnesja. Það sem áherslu hefur lögð á minjar og menningarviðburði er tengjast sólmyrkvanum. Almyrkva, já. En bara því að ég hitti nú formanninn í morgun og þá skilst mér að svona stutt í að þetta verði auglýst. Það er ekki búið að auglýsa það, en svona, ég vildi bara nefna það líka þegar við vorum að ræða almyrkvan hérna áðan og þetta er jákvætt og við hvetjum þá þegar þetta verður auglýst að fólk sæki í þennan sjóð. Fleiri sem óskar að taka til máls? Svo er ekki og er fundagerðin fram. Nú þá tökum við fyrir 14. mál sem er fundagerð Heilbrigðisnefndar Suðurnesja, fundur nr. 322 frá 4. febrúar og fundagerðin er hér lögð fram en er opin til umræðu. Engin kveðs í ljós og er fundagerðin lögð fram án umræðu. 15. mál, fundagerð Reykjanes Jarðvangs, fundur nr. 93 frá 23. febrúar síðastliðinn. Fundagerðin er lögð fram en orðið er laust fundagerðina. Magnús, bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góða fundumenn, ég ætla nú ekki að láta henni fund líða og segja 2-3 orð. En hérna, mér finnst ástæða til að vekja athygli á því sem kemur fram í þessari fundagerð stjórnar Jarðvangsins. Það er ágætis svona stutt samantekt frá verkefnastjóra og ég vil sérstaklega benda þar á áherslu atriði stjórnar Jarðvangsins núna, að það er akkurat á hérna fræðslu, efla vísinda áhuga grunnskólabarna sérstaklega og líka reyndar eitthvað í leikskólum. Þannig að hérna, þetta er áherslan hjá okkur núna og bara mjög gott mál og mér finnst þetta hafa tekist vel til, so far, eða hingað til. Og hérna, okkar skólar hafa verið mjög virkir í þessu í Suðurnesjabæ og það er jákvætt, þannig að ég vildi bara sérstaklega vekja athygli á því. Og svo finnst mér líka full ástæða til að benda á eina fundagerðina enn á þessum fundi þar sem fjallað um almyrkva. Þannig að á því sjáum við það víða verið að vinna þessu máli og Jarðvangurinn er ekki þar undanskilinn. Þannig að það er mikið í gangi varðandi undirbúning fyrir almyrkvan. Ég ætla ekki að endurtaka þessu fram með komið hér. Þetta verður vonandi og væntanlega mjög stór viðburður og mikil upplifun. Vonandi verður veðurfarið þannig að það náist að upplifa hérna almyrkvann. En það er semst verið á fullu hjá Jarðvangnum eins og öðrum aðilum hér á svæðinu að undirbúa þennan viðburð og hérna við munum auðvitað upplýsum það en hérna við erum, sýnist mér, hérna Suðurnesjum bara komin ansi langt miðað við það sem er að gerast annar staðar hérna á vesturhluta landsins í að undirbúa þetta og kortleggja og það er maður farin að fá eða við svona fyrirspurnir frá aðilum sem eru með alls konar hugmyndir eitthvað í kringum þennan viðburð og þetta verður hérna áhugavert allt saman. En það eru margir að vinna í þessu máli eins og við sjáum á öllum þessum fundagerðum, það er víða bókað. En ég vildi sérstaklega vekja athygli hérna á því sem Jarðvangurinn er að gera hvað var að menntamál og fræðslu til hérna barnan okkar. Takk Magnús. Ég langar nú bara að geta þess að því að bæjarstjóri var að tala um almyrkvann einu sinni enn og þá vil ég svolítið hvetja líka bara félagasamtök í okkar bæ að vera svolítið frjó. Það er fullt af einstaklingu úti sem óska eftir þjónustu og ef að möguleikin er fyrir félagasamtök í Suðurnesjabæ að bjóða þjónustu þá ættu þau að taka það upp. Því að síðast bara mánudag var aðili sem hitt okkur Magnús og vantaði með þjónustu frá svona aðila. Þannig að það er fullt af fólki úti sem vil koma á svæðið og vil fá þjónustu. Þannig að ég hvet þá sem að geta veitt hana fyrir utan að sjálfsögðu það fyrirtæki og ferðarþjónustu fyrirtæki sem er á svæðinu. Sem er reyndar mörg hver eru bara upphönduð eins og kom hér fram. En við erum ennþá undir 15. máli, Reykjanes Jarðvang, ekki fleiri hafa hvatt sér ljós og er fundagerðin lögð fram. Nú síðasta mál dagskrá fundarins er svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja. Það er fundur númer 56 frá 26. Fundagerðin er hér lögð fram. Varðuðu laust fundagerðina. Engin kvöðsur ljós og fundagerðin lögð fram án umræðu. Dagskrá fundarins er þá tæmd og komið að lestri fundagerðar, ritari. Þegar þú ert klár. Gjörðu svo vel, Árni. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Þá ætla ég að lesa yfir það sem bókað hefur verið á þessum fundi. En þetta er fundagerð 80. og 9. fundar bæjarstjórnar haldinn í Ráðhúsinu í Garði miðvikudaginn 4. mars 2026 kl. 17:30. Fundinn sátu Einar Jón Pálsson, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Laufey Erlendsdóttir,
Sigursveinn Bjarni Jónsson, Önundur S. Björnsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Magnús Stefánsson og Árni Gísli Árnason ritaði fundargerð. Fyrsta dagskrármál það var brunavarnir Suðurnesja. Dagskrármálið var brunavarnaáætlun brunavarna Suðurnesja og þar tóku til máls SBJ og AKG. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt samhljóða að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs. Annað dagskrármál, almannavarnir viðbragðsáætlun vegna eldgosa á Reykjanesi. Það var viðbragðsáætlun vegna eldgosa á Reykjanesi og ef ég hef fært rétt í bókar þá tók enginn til máls þar en afgreiðsla þess máls var það var samþykkt samhljóða að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs. Þriðja dagskrármál, aðalskipulag Suðurnesjabæjar, breyting á íbúðasvæði í IB10 og OP2 Skerjahverfi. Þar tók til máls MSM og EJP. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt samhljóða að tillaga breytingu á aðalskipulagi Suðurnesjabæjar, breyting á íbúðasvæði IB10 og P2, það einhver stafavíkslan, OP. Skerjahverfi fái málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 vegna óverulegra aðalskipulagsbreytingar og að tillagan verði auglýst og sendi staðfestingar hjá Skipulagsstofnun. Fjórða dagskrármál, skráningardagar í leikskólum Suðurnesjabæjar. Þar tóku til máls JM, SBJ og EJP. Afgreiðsla þess máls að það var samþykkt samhljóða að vísa málinu til frekari umfjöllunar í bæjarráði. Fimmta dagskrármál, það var bæjarráð fundur nr. 184 frá 11. febrúar. Ef það hefur fært rétt inn hérna, þá var hann lagður fram án umræðu. Sjötta dagskrármál, það var bæjarráð fundur nr. 185 frá 25. febrúar. Hann var einnig lagður fram án umræðu. Sjöunda dagskrármál, það var hafnaráð 32. fundur frá 5. febrúar. Þar tók til máls MSM, EJP, ÖSB og AKG. Öðleiti var hann lagður fram. Áttunda dagskrármál, það var ferðasafn og menningarráð, fundur nr. 39 frá 12. febrúar síðastliðinn. Þar tók til máls OKA og LE og öðruleiti var lagður fram. Níunda dagskrármál, það var framkvæmda skipulagsráð, fundur nr. 72 frá 18. febrúar. Hann var lagður fram án umræðu. Tíunda dagskrármál fræðsluráð, fundur nr. 61 frá 20. febrúar. Þar tók til máls JM og EJP. Hann var síðan lagður fram. 11. dagskrármál fjölskyldu- og velferðarráð, fundur nr. 64 frá 27. febrúar. Hann var lagður fram án umræðu. 12. dagskrármál Samband íslenska sveitarfélaga, fundur nr. 993 frá 18. febrúar. Hann var lagður fram án umræðu. 13. dagskrármál Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Það var fundur nr. 820 frá 11. febrúar. Þar tók til máls JM og EJP og afgreiðsla fundur var lagður fram. 14. dagskrármál heilbrigðisnefnd Suðurnesja, fundur nr. 322 frá 4. febrúar. Hann var lagður fram án umræðu. Og 15. dagskrármál Reykjanes jarðvangur, fundur nr. 93 frá 23. febrúar. Þar tók til máls MS og EJP. Að öðru leyti var fundurinn lagður fram. Fundargerðin lagður fram. 16. dagskrármál, það var svæðisskipulag Suðurnesja. Þar var 57. fundur svæðisskipulagsnefndar frá 27. febrúar. Lagður fram án umræðu. Takk fyrir Árni. Það var eina athugasemd sem var þarna vegna orðavíxla og P í máli 3. Eru aðrar athugasemdir við það sem bókað hefur verið? Svo er ekki og fundargerðin samþykkt og verður undirrituð og fundi slitið 18:30.